Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja magasín. Við höldum áfram ferð okkar í leit að fjölbreyttu mannlífi á Suðurnesjum. Lionsklúbbur Keflavíkur einn elsti félagsskapur á Suðurnesjum og heldur árlega kútmaðakvöld. Við fylgjumst með undirbúningi þess. Við heyrum í ungri og efnilegri dansdrottningu sem á leið á heimsmeistaramóti í Kína í annað sinn og fylgjumst með eldri knattspyrnumönnum á minningamóti Ragnars Margeirssonar. En við hefjum leikinn með stuttri innkomu á Ásbrú, en þar ört vaxandi samfélag. Hlutin hafa svo sannarlega verið að gerast hér á Ásbrú frá stofnun Katego. Já, það rétt. Í raun og veru hefur þetta gengið algjörlega vonum framar og þó þetta kannski láti ekki mikið yfir sér og þetta svæðið gríðarlega stórt, en hér búa 2000 manns, hér eru 115 fyrirtæki, hér starfa orðið yfir 600 manns, þannig að þetta hefur gerst gríðarlega margt og það sem líka mjög mikilvægt að grundvöllurinn sem hefur verið skapaður undir framtíðaruppbyggingu að mínu viti mjög sterkur og mun leiða til framtíðar vaxtar hér á svæðinu. Það sem við erum með konsept sem samsett úr fræðilegum grundvelli undir allt verkefnið sem Keilir og rannsóknar sem setur því tengt. Keilir starfar á sömu sviðum og við erum að leggja áherslu á í atvinnuuppbyggingu. Við erum líka með farveg fyrir nýjar hugmyndir, sprotafyrirtæki og frumkvöðla og líka erum við með mjög markvissa stefnu að þjónusta og erum að þjónusta mjög vel stór nýsköpunarverkefni sem hafa verið að koma hér inn á svæði og festa rætur eins og gagnaveri vörn og fleira. Þannig að í grunninn erum við með þekkingar grundvöllin, við erum með stóru nýsköpunarverkefni sem skapa grundvöll fyrir hinn minni til að blómstra og þetta mun vaxa áfram. Og það hefur orðið gríðarlega mikil atvinna hér á örfáum árum. Og það alveg rétt. Þetta hefur skilað miklu inn í samfélagið, miklu fjármunir sem hefur verið fjárfest hér í uppbyggingu sem nær allir hafa farið inn í samfélagið hér á Suðurnesjum og sem skipta milljörðum. Og svæðið, já, fyrirtækið Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar eða stofnun eða hvað við köllum það, sjálfbær sem slíkt. Já, það rétt. Í raun og veru tekjur af sölu fasteigna og leigu fasteigna að þær hafa algjörlega staðið undir þróuninni hingað til, þannig að þeir fjármunir sem við höfum innheimt af sölu fasteigna hefur verið skilað til ríkisins og síðan höfum við fengið þá hluta af þeim tilbaka á fjárlögum fyrir utan þá öllu fyrirtæki sem hingað að koma og þeirra fjárfestingar inn á svæðinu. Þannig að þetta að hafa mikla þýðingu líka langt út fyrir þetta hverfi. Í raun og veru eru aðilar sem búa, iðnaðarmenn og verkfræðingar og fólk sem vinnur í öllum stéttum sem að njóta góðs af þeirri uppbyggingu sem eiga sér stað hér. Á Suðurnesjum fjöldi klúbba og félaga og mjög öflugt félagsstarf. Einn elsti félagsskapur svæðisins Lionsklúbbur Keflavíkur. Í mörg ár hefur klúbburinn verið með afar skemmtilega fjáröflun en það hið árlega kútmaðakvöld. Suðurnesin hafa löngum verið tengt sjávarútvegi enda var fiskurinn lífið hér á árum áður þó það hafi breyst á undanförnum árum. Lionskallarnir í Keflavík eru engin unglömb en þeir yngjast svo sannarlega upp þegar þeir fara að vinna kútmaðan. Foringi þeirra og skólastjóri Kútmaðaskólans Hafsteinn Guðnason. Hann var ekkert að skafa undan hlutunum þegar hann fekk spurningu kútmaðan. Það á ekki að þurfa að útskýra hvað kútmaði fyrir fullorðnu fólki. Það bara búið að vera í skóla og ég móðgast alltaf þegar ég spurði hvað kútmaði og hvaða hlutverki gegnar hann í virkinu. Ég eiginlega svara ekki svona spurningum. Það bara einfalt mál. Fyrir þá sem ekki vita þá kútmagi þorskmagi. Lionskallarnir hreinsa magan og gera 2 tegundir fyrir kútmagakvöldi. Annars vegar með því að setja þorsklefur inn í hann og hins vegar með blöndu af lifur og rúmjöli. Þetta nefnilega mesta kúnstinn, Palli. Það að ná þessari blöndu réttri. Þess vegna var nauðsynlegt að hafa eina konu. Þær hafa meiri tilfinningu. Ég yfirsteipurhærari. Þær hafa meiri tilfinningu fyrir þessu. Þetta eins og í sláturgerðinni, Palli. Þetta smá tilfinning sem að konur hafa þegar þær að meika í lifrapylsu og svoleiðis. Þú gerir það ekkert eftir uppskrift. Það bara hérna. Hérna bréf. Nei. Takk þetta bara. Þetta að hverfa sko því miður. Unga fólki kann ekki að meta þetta svolítið. Það bara því veru og miður. Það alveg ótrúlegt eins og manni hlakkaði til í gamla daga. Þegar manni var falið það verkefni að fara í aðgerðarhúsið að slíta til þess að hafa því að þá var alltaf veisla.
Mannum fannst þetta að vera alveg Það voru nýttir saman 4-5 í Já, þeir voru svona svona yfirleitt haug. minni heldur en núna. En þetta er allt í lagi. En ertu til í að segja okkur, hvað er í þessum kútmögum? Hvað er í þeim er svo, bara lifur og rúmjöl og salt. og salt, það er ekkert annað. Þetta er bara nákvæmlega eins og þetta búið til lifrapilsu. Þetta er bara sláturgerð. Það er ekkert annað. Sláturgerð úr hafinu? Já, það myndi ég segja. Þetta er bara... En þú ert með einhver aðra maga þarna líka? Þá setjum við bara lifur. Og svo er ég búinn að frétta það, í gamla daga þá voru líka bara kútmagar soðnir, bara strípaðir og súsaðir. Og þá kannski líktust þeir svona sundmaga, súsuðu sundmaga. Það er ýmislegt hægt að gera. En þetta er allt og lítið af þessu gert og láta unga fólki komast í, sérstaklega í skólunum þegar og gefa börnunum að smakka. Sérstaklega áður en að mæðurna fara að fúlsa við þessu. Og skólastjórinn er stoltur af starfinu í Kútmaðarskólanum. Ég tók nú að mér að vera skólastjóri í þessu og ég hef búinn að útskrifa allt þetta lið. Þetta er alveg sko... Náttu að koma fram Hafstein að þetta er fundið upp fyrir vestan. Nei, ég trúi því ekki. Jó, þetta er fundið upp fyrir vestan. Þetta er örugglega fundið upp hérna á Suðurnesjum. Þetta er nám sem er ekki þetta svindla neitt í. Aníta Lóa Hauksdóttir er 14 ára dansari úr Njarðvík en hún er án efa einn fremsti dansari okkar suðurnesjamanna. Aníta Lóa hafnaði á dögunum í öðru sæti á Íslandsmótinu í latíndönsum en með því tryggðu hún og dansfélagi hennar Andri Fannar Pétursson sér þátttöku rétt á heimsmeistarmóti ungmenna sem fram fer í Kína nú í sumar. Aníta Lóa er aðeins 14 ára en keppir í aldursflokknum 16 til 18 ára sögum þess að dansfélagin er eldri. Heimsmeistaramótið fer fram í Chengdu í Kína í júlí en mótið var einnig haldið þar í landi í fyrra. Þar voru þau Aníta og Andri meðal keppenda. Þau höfnuðu þá í 50. sæti meðal 100 para. Aníta Lóa var langyngst meðal keppenda á mótinu og líklega verður sú raunin aftur í ár. Hvernig fara dansæfingar fram? Er það dans allan tíman eða líkansrækt svona fólk kannski þekkir þetta ekki alveg? Geturðu sagt okkur frá dansæfingum? Við komum bara og erum að æfa okkur og svo tökum við svona keyrslu þannig að við stoppum ekki. Þannig að við bara svona æfum upp þolið og tekni og svoleiðis. Er þetta líkt einhverjum öðrum íþróttum? Er þetta svipað kannski fimmleikar, þú ætti að vera vel á því komin og þarf þetta að vera í topp formi? Já, þú eru rosa góð formi, annars bara getur ekki gert það og þetta er alveg erfitt. Og herran, þarf hann ekki væntanlega að vera sterkur og svona líka? Hann þarf að vera sterkur og stór, þannig að stelpan lítið betur út. Hvert svona stefnir í framtíðinni? Sérðu fyrir þér að verða atvinnudansari og hvað svona felst í því að vera atvinnudansari? Ég ætla mér alveg á toppinn, alveg að vera atvinnudansari og komast á heimsmeistarmót og helst komast í úrslit. Þannig að það er allavega markmiðið mitt. Já, hvað gera atvinnudansarar? Þau bara gera það saman við held ég. Þau bara eru betri og fá meiri sýningar og... Og fá borgað fyrir að dansa? Já, sumir allir ég held ég. Og hvar sérðu ykkur lenda á mótinu núna sem fer fram í Kína? Ég vona allavega að við komumst eitthvað áfram. Þannig að þetta er náttúrulega frekar hörð keppni, þannig að ég vona allavega að okkur gengur betur heldur seinast. Og þú verður væntanlega aftur yngst á mótinu eða? Já, ég geti trúið því, held ég. Þannig að þú átt ennþá nokkur ár inni til að komast alla leið á toppinn á þessu móti? Já, alveg. Það gangi ykkur vel á mótinu. Takk að For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall.
sjá flotta takta hjá kunnum knattspyrnuköppum á árlegu minningarmótum Ragnar Margeirsson í Reykjaneshöllinni. Ragnar var frábær knattspyrnumaður og lék á sínum tíma með Keflavík, Fram og KR og var atvinnumaður í útlöndum tíma. 13 lið mættu til leiks að þessu sinni en auk liða frá Suðurnesjum létu lið frá Eyjum, Fylki, Skallagrími og KR sé ekki vanta en þeir röndóttu hafa verið sigursælir undanfarin ár. Leikið á litlum völlum í 6 manna liðum og fjörið mikið og ekkert gefið eftir. Er liðið góða manda? Mjög góð manda. Við erum nýbúin að vinna eitt leik, þannig að við erum ennþá. Það eru taflausir? Taflausir. Er þetta ekki góð tilfinning fyrir þið svona þetta mót? Það var mjög góð. Gaman að sjá alla gömlu hetjurnar koma saman aftur. Svolítið þungir sumir? Já, en miklu reynsluboltar, þannig að þeir þurfa ofta ekkert að hlaupa neitt. Og lofar að lauminn einu marki fyrir okkur? Allavega það. Og fyrir pappa? Gera það. Hvaða liðstjóri tekur þessa menn út? Ég sjálfur. Tíma með fyrir úrslitakeppnina, sko, þetta er marathon. Þetta var ekta Siggi Björgvins, gaf allt í geimið og svo sjálfur út af, ekki tókað út af. Allt til liðseldina. Er allir í fótboltabúningum? Já, það voru allir settir í búningum, sko. Það regnar og flott bara. Það ekki? Jú, þetta er bara skemmtilegt, sko. Það ekki? Káir á hérna titil að verja, þannig að ég var kallað til svona til andleg stuðnings. Til öryggis, já. Og hvernig gengur? Ertu að stunda fótbolta sjálfur? Já, ég er nú búinn að sprikla í þessu, sko, með þeim einmitt í Old Boys svona í nokkur ár og svo er ég svona í utadeildinni líka bara til að hafa eitthvað að gera. Skemmtilegt. Með ræktinni? Já, þetta er bara nauðsynlegt. Þetta er mín brennsla. Skítöpuður. Hvað er að gerast? Fyrsta skipti sem ég tapar í Káraæfinni. Þannig að þetta var óðefni. Já. Ekki alveg orðið nú að heitir. Þetta er ekki búið? Nei, við tökum seinni hlutann. Það er alltaf seinni hlutur í þessu. Aha, hvaða lið er þetta? Þetta er Netto, besta lið í bænum í dag. Já. Sérstaklega valið á þér eða? Nei, við erum með útsendara frá Brendan Rodgers, hann tónaði hérna, hann sér þetta. Já. Að venju rann ágóð á mótinu til góðs málefnis. Í fyrra var fjölskylda Sigursteins Gíslasonar styrt en í ár naut fjölskylda Steingríms Jóhannessonar úr Vestmannaeyjum góðs á mótinu. Og KR-ingar viðhéldu sigurhefð sinni í mótinu og lögðu heimamenn í úrslitaleik. Suðurnesjamenn státa sig af einum fremsta vefhönnuði landsins en einnig af fjölmennasta körfuboltamóti ársins þar sem ungir og efnilegir körfuboltakrakkar spreyta sig. Við endum síðan á hljóðnemanum en það er söngkeppni nemendafélags Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Guðmundur Bjarni Sigurðsson stofnaði sitt eigið fyrirtæki í herberginu hjá ungri dóttur sinni fyrir 5 árum. Mikið vatn hefur runnið til sjávar en í dag rekur hann eitt eftirsóttasta vefhönnunarfyrirtæki landsins, Kosmos og Kaos í Reykjanesbæ. Fyrirtækið var sannkallaður sigurvegari á íslensku vefverðlaununum fyrir skömmu og hlautar 3 verðlaun. Kosmos og Kaos hlaut aðalverðlaunina hátíðinni fyrir hönnun á vef ársins en það er vefur Bláalónsins. Guðmundur segir það mikinn heiður fyrir fyrirtækið að hljóta þessi verðlaun. Jú, þetta var gríðarlega skemmtilegt að fá að upplifa þetta. Mér er alltaf langað að gera það sjálfum, sko. Og þetta hefur orðið svolítið svona, verið mjög gott fyrir fyrirtækið í kjölfarið að þessu. Fengið nokkra fyrirspurnir frá stórum fyrirtækjum og svona, sem er bara mjög gott. Ja, vefurinn náttúrulega er sá besti á Íslandi, er það ekki gríðarleg viðurkenning fyrir ykkur? Það er alltaf erfitt að segja hans sé bestur á Íslandi, en þetta var samt valið besta vefsíðan á verðlaununum og eins og ég sagði á hann, þá er þetta alveg frábær viðurkenning og bara ógeðslega gaman að vinna með fólkinu í Bláa lóninu og við erum ennþá að vinna að fullt öðrum verkefnum með þeim núna, sem er bara ennþá skemmtilega. Guðmundur missti vinnuna árið 2008 þegar efnahagskreppan dundi yfir. Hann ákvað að nýta tækifærið og stofna sitt eigið fyrirtæki. Já, við þurfum bara að redda okkur einhvern veginn. Mér datt aldrei í huginn að sækja vinnu eftir allt hrundið þarna. Þetta er allt bara búið að gerast. Ég get ekki titlað mig sem einhvern höfund alls þessa sem er búið að gerast. Þetta er bara búið að gerast á svona góðan hátt. Ég byrjaði einn í Svefnabyrgi á dóttur minni, í kringum allt raslið hennar. Og var þar svona að dúlla mér í 2 ár þangað til ég og Kristján Gunnarsson ákvaðum að stofna Kosmos og Kaos og höfum það síðan alltaf götu síðan verið að vinna
að stærri og stærri verkefnum. Við sagðum alltaf að þarna í sikkur lagi getum við lyft 1 kíló en sama getum við lyft 3 og það hefur alveg verið orðasunnu. Kosmos og Kaos starfar með veðfyrirtækinu Dakota úr Reykjanesbæ að vef Bláa Lónsins. Mikil gróska í tæknigeiranum á Suðurnesjum. Það er miklu meiri gróski í þessum tæknigeira heldur en fólk heldur sko, og það eru miklu fleiri fyrirtæki að gera alls konar stöf í þessum geira. Og það þarf einhvern veginn að þurfum helst að reyna að finna einhvern veginn leið til að tala meira það. Fyrirspurnum hefur ringt inn að undanförnu eftir góðan árangur Guðmundar og félaga á íslensku vefverðlaununum. Já, það hefur gerst. Við erum svolítið heitir okkur núna, eða heit, öll sömul. Er það stór fyrirtæki? Já, sum stór, sum lítil. Nettómótið er nú haldið í 23. sinn í Reykjanesbæ og er stærsta körfuboltamót sem er haldið hér á landi. 1200 krakkar, 12 ára yngri í yfir 190 liðum mæta til leiks en spilað er í 4 íþróttahúsum. Hófst var í upphaflega kallað kóngumjólkumót. Við vorum mjög ánægð með mótið 2002 og fórum upp í 430 krakka held ég. Og síðan er þetta bara búið að vaksa eins og raketta síðan. Hvað erum við að horfa á marga keppendur hérna í ár? Við vorum að áætla rétt rúmlega 1200 krakka í ár sem eru hérna mætt að keppa á 13 völlum, alls 462 leiki. Er einhver takmörk fyrir hversu stórt þetta getur orðið eða hversu stórt viljið þið hafa þetta? Já, ef við förum yfir 1200 börn núna, eins og áætla sína, þá er þetta stærsta mót sem við höfum verið með. Og það er alveg, miðað við þær forsendur sem við höfum í dag, það er alveg að springa. Og það er bara hvernig það verður í framhaldinu, hvort að við förum að tala við nágranna sveitarfélögin og eins og við erum að gera. Íþróttamiðstöðin í Garði kom með okkur inn í þetta núna. Og þá er bara spurning hvort að við fáum hérna sanngirninga með okkur í lið líka. Við erum með tæplega 1000 manns í gistingu sem er bara gríðarlegt magn sem er að gista hérna í skólum. Þetta er mikil skipulagsvinna. Hvað hafið farið oft á nettómótið? Já, þetta er eiginlega í annars skipti hjá mér. 5. Þriðja. Er gaman á nettómótinu? Já. Og hvað hlakkið svona mest til? Ekki hugmynd. Allt bara. Hvað hlakkið þið svona mest til að fara að gera? Að spila. Kannski að fara í hoppukastarinn eða eitthvað. Hvað hafið þið æft körfubolta lengi? 2 ár. 2 ár. 1 ár. Ég hef lærið það mjög lengi. Hvernig skynjar þú svona viðbrögð fólks við mótinu, bæði þá heimamanna og gesta? Ég hef ekki fengið neitt nema gott frá fólki sko. Það sem að fólk vill aðalega skipti máli, að tímasetningar standist. Ef ég á að spila klukkan 3, þá á ég að spila klukkan 3. Og ef ég á að fara í bíó klukkan 5, þá fer ég í bíó klukkan 5. Og það er hérna, en auðvitað kemur einhverjum hnökrar upp að vera forföll og hitt og þetta, en þá bara reddum við því. Þess að vera að smyrja samlokur í liðið, er það alltaf árlegur hluti af þessu svona? Já, það er það sem að foreldrastarfið kemur inn, að við dreifum svona í vinnu varðandi eldhúsið og varðandi gangavörslu og svona aðra hluti. Við höfum alltaf notað við foreldra barna í 9. bekk og þau bara taka að sér eldhúsið eins og sást í gær og það þarf að smyrja samlokur og undirbúa morgunmatinn sem er í skólunum sem að fólki gistir í á morgun. Hvaða svona þýðingu hefur svona mót fyrir samfélagi eins og Reykjanesbæ? Já, ég var bara að heyra á þann, það er uppfullt hérna allt gistir á gistihúsum og hótelum hérna. Hvað er búið að vera erfiðasta liðið? KR. Ég er KR. Hvað hafið þið farið oft á nettómótið? 4 sinnum. 1 sinni. 4 sinnum. Hvað hlakkið þið svona mest til að fara að gera á nettómótinu? Hoppukastararnir. Já, hoppukastararnir. Og hvað hafið þið æft körfubolta lengi? Ég er svona hálft ár. 2 ár. Hver er bestir? Hver er bestir? Breiðablik! Hver er bestir?
Söngkennarinn Melkorka Rós Hjartardóttir bar sigur úr vítum í hljóðnemanum söngvakeppni Fjölbrautaskóla Suðurnesja á dögunum. Melkorka er afar efnileg söngkona en hún sigraði söngvakeppni grunnskólana í fyrra þar sem önnur Suðurnesjamær, Sólborg Guðbrandsdóttir varð önnur. Keppnin sem var hinn glæsilegasta var haldin í Andrúsleikhúsinu á Ásbrú. Í öðru sæti höfnuðu systurnar Sigríður og Sólborg Guðbrandsdætur ásamt Smára Hansinni og þriðju voru svo þau Ástór Baldursson og Andrea Lind Hanna. Krakkarnir í Big Band Theory tóku lagið og bæði Danskompani og Brain Ballett skemmtu áhorfendum á meðan keppni stóð. Þorsteinn Guðmundsson var kynnir og var grínistinn góður að vanda. Nánara myndefni má nálgast á F-síðu Víkurfrétta vaff.is. Þetta eitthvað sem að bjóst við svona fyrirfram? Nei, en takk samt. Nei, ég bjóst ekki við þessu. Hefur þetta eitthvað sérstaklega þýðingu fyrir þig eða eitthvað ástæði fyrir þig og valdir þetta lag? Nei, ég bara kunni þetta og mér langaði bara að taka þetta og ég var eitthvað, vissi ekki hvað lag, þannig ég bara valdi þetta. Hvernig verður það svo loka keppnin? Þú þarft að íslenska lagið, hvernig fer þetta fram allt saman? Bara hún Bríet svona og kærastinn hennar ætla að íslenska textan og bara, maður þarf auðvitað að syngja á íslensku þannig. Engar nýjar útfærslur eða neitt af laginu, það verður bara flutt eins? Já, bara með íslensku texta. Hvernig líst þér á stóru keppnina svona? Bara mjög vel sko, góða viðtökur og bara gott fólk sem er að stiða mig og svona. Þú ert svona ósmeyk við þetta kannski? Já, svolítið, heila ekki. Ekkert smeyk sko. Hvernig fannst þér annars keppnin? Mjög, það voru mjög margir góður og það var mjög svona erfitt að vita hver var í fyrsta sæti og öðru og þriðja og svona. Varstu orðin svolítið stressið á tímabilið? Já, svolítið. Maður var svolítið spenntur sko. And I'll do what's right. Just give me till then to give up this fight. And I will give up this fight. I can't make you love me if you don't. You can make your heart feel something that it won't. And here in the dark, in these 5 hours, I will lay down my heart and I will feel the power, 'cause you know you won't. I can't make you love me if you don't. If you don't. If you don't.